Næst hingað á svið forstjóri Vinnumálastofnunar sem flytur erindið frá faxi til framtíðar, en það Unnur Sverrisdóttir. Gjörðu svo vel. Komið sæl. Það gaman að vera hér í dag og ég hlakka til að deila með ykkur svona síðastliðnum árum, en kannski sérstaklega undanfarnum 2 árum hjá okkur, hjá Vinnumálastofnun, þó ég hafi nú byrjað á faxinu. Mér fannst þetta bara svona dálítið flott sem að samstarfskona mín kom upp með sem heiti á erindinu. Að ég nefnilega orðin svo gömul að ég man mjög vel eftir þeirri byltingu sem faxið var, satt að segja. En það sko ótal mörg ár síðan þar. Já, ég ætla svona að deila með ykkur og segja ykkur frá þeirri svona stafvæðingarvegferð sem við höfum verið á hjá Vinnumálastofnun undanfarin ár, þó það megi kannski frekar kalla það herferð. Því þegar það litið tilbaka, þó það sé bara örfá ár, þá má sjá að það hafa orðið algjör straumhvarf í vinnubrögðum stofnunarinnar og hún að nálgast verkefni sem henni eru falin með allt öðrum hætti. Í grunngildum stofnunarinnar sem eru fyrirmyndaþjónusta, virðing og áreiðanleiki, þá eru skilgreiningar og meðal annars í fyrirmyndaþjónustunni þá skilgreining sem segir að viðskiptavinur eigi að geta leyst sín mál stafrænt og hluti af skilgreiningu áreiðanleikans að tryggja gagnaöryggi. Þessi dæmi sýna að það bæði ritað í stefnur og starf Vinnumálastofnunar að auka og styðja við rafræna stjórnsýslu og að öryggi gagna sem henni berast sé ávallt í fyrirrúmi. Í dag eru öll verkefni rýnd og skoðuð og skoða hvort unnt sé að stafvæða framkvæmdina, hvernig getum við með nýjustu tækni bætt þjónustuna og aukið skilvirkni. Með aukinni stafvæðingu eykst öryggi, bæði gagnaöryggi og öryggi í að mál fái rétta meðferð og úrlausn. Það nefnilega svo að tölvan reiknar alltaf eins og því tryggt að 100% samræmi í úrlausnum. Þessi þáttur stafvæðingarinnar vill gleymast eða honum að minnsta kosti lítið haldið á lofti jafn mikilvægur og hann nú í opinberri þjónustu við almenning. En nú það. Ég ætla aðeins að fara yfir það helsta sem hefur áunnist og snýr að stafvæðingu verkefna og það sem framundan hjá okkur. Langstærsta verkefnið okkar sem við höfum ráðist í smíði á nýju tölvukerfi í atvinnuleysistryggingakerfinu. Þetta heildrænt þjónustukerfi sem nær til umsóknanna, matsferlis þeirra, greiðslna, eftirlits og innheimtur, atvinnumiðlun og ráðgjöf og öll tölfræði. Nýja kerfið sem fengið hefur nafni Galdur mun leysa 17 forrit af hólmi sem eru misgömul, en það elsta það frá árinu 1994. Eðlilega þá var farið í þarfagreiningu og útboð á verkinu og bauð Advanja lægst og gengum við til samninga við það. Við ætlum að opna fyrir kerfið núna í nóvember næstkomandi. Þetta hefur tafist örlítið vegna COVID, við fengum önnur verkefni sem var að setja í forgang. En við gerum ráð fyrir að það taki við innleiðingatímabil þar sem einhverjir hnökrar munu koma upp, en það virðist vera fastur fylgifiskur þess að taka í notkun nýtt kerfi að þessari stærðargráðu. Við hjá Vinnumálastofnun hlökkum mikið til að byrja og sjáum ótal möguleika til að auka og bæta þjónustuna með þetta nýja verkfæri í farteskinu. Þula eitt kerfi sem við tókum í gagni núna í byrjun árs. Þetta umsóknar, umsýslu og skráningakerfi fyrir hæfingarstaði fyrir fatlaða sem reknir af sveitarfélögunum. Þetta miðlægt kerfi fyrir það sem sveitarfélögin, hæfingarstaðirnir og Vinnumálastofnun hefur aðgang að og það mikil framför sem hefur orðið í þessum málum með því að opna þennan vef eða opna þetta kerfi í að greina þjónustuþörfina. Áður fyrr þá var engin leið að hafa neina yfirsýn yfir fjölda þeirra sem bara voru með umsókn í farvatninu eða yfirleitt hver voru margir að bíða til þessa þjónustu og hversu mörg pláss voru í boði. Þetta hefur alveg orðið bylting í þessu. Nú getum við séð það á landsvísu hvað í boði, hver margir þurfa á þessari þjónustu að halda og hvað þarf að gera til þess að mæta þeirri þörf. Þannig að það út að segja að byrjunin á þessu lofar góðu. Hluti af stafvæðingu
og stafrænni þróun fyrirtækja og stofnana er að halda úti öflugum og góðum heimasíðum. Við hjá Vinnumálastofnun rekum nokkuð margar heimasíður og flestar eru með eina eða fleiri undirsíður, annarkvort mínar síður eða annars konar síður sem bjóða upp á gagnvirk samskipti, til dæmis í formi umsókna styrki, móttaka á lögboðnum tilkynningum til stofnunarinnar, svo sem útsendar starfsmenn starfsmannaleiga og fleira þess háttar. Við höfum rekið okkur á að vinna og kostnaður við að halda við þessum síðum af þessu tagi stórlega vanmetinn. Það þarf að passa vel upp á að gera ráð fyrir vinnuframlagi og rekstrarfé í þessi verkefni í fjárhagsáætlunum hvers árs. Það því orðin almenn krafa að unnt sé að finna allar megin upplýsingar öll mál sem varða borgarana á netinu. Það mikilvægt að vakta og uppfæra allar upplýsingar sem það liggja jafn óðum og þær breytast. Hér COVID síðan okkar, þar sem upplýsingum allskyns úrræði komið á framfæri. Þessi síða hefur verið uppfærð stundum oft í mánuði á síðastliðnu 1,5 ári. Allar upplýsingar verður líka að þýða yfir á ensku til að mæta öllum erlendu skjólstæðingunum okkar. Hlutabæturnar voru fyrsta COVID-verkefnið okkar hjá Vinnumálastofnun. Eins og ég sagði áðan, þá nálgumst við öll ný verkefni með könnun á því hvað unnt að gera sjálfvirkt í afgreiðslu verkefnisins. Lagatextin rýndur, verkefni ferlað og þá tekur upplýsingatækni fólki við. Gerðir verk- og kostnaðaráætlun og forritun, oftast umsóknir að ræða, skoða þar hvaða lagaskilyrði eru fyrir afgreiðslu, svo kemur útreikningur og svo greiðsla. Þetta auðvitað misflókið eftir verkefnum og markast af því hve margir þurfa að koma að einni umsókn og hve mörg vefköll þarf að senda til annarra opinberra stofnana. Innleiðing og framkvæmd á greiðslum hlutabóta í byrjun COVID var eldskírn. Við lærðum gríðarlega mikið af því verkefni. Það var í fyrsta sinn í sögu stofnunarinnar þar sem við þurftum að hanna tölvukerfi þar sem fleiri en einn aðili varð að koma að umsókn til þess að virkja hana. Það bæði starfsmaður og atvinnurekandi. Og brátt kom í ljós að það var mikil þörf fyrir að geta breytt umsóknum eftir að búið var að afgreiða þær og það var að gerast hratt, þannig að það var að gerast rafrænt og kallaði á enn meiri forritun. Upphaflega stóð til að hlutabótaleiðin yrði bráðabirgðaúrræði til 3 mánaða og það verður að segjast eins og að með það í huga var ekki vandað sérstaklega til verka í byrjun. Flýtirinn var mikill. Það lá á að koma framfærslu til þeirra sem höfðu mist stóran hluta tekna sinna á einni nóttu. Það hægt að vera vitur eftir á og segja að aldrei skyldi maður leyfa tímanum að ráða á kostnað geðana, en þarna var bara ekki annað að ræða. En þetta var góður skóli fyrir okkur. Þó svo að lög greiðslu til fyrirtækja vegna starfsmanna þeirra sem þurfti að setja sóttkvítaki gildi á svipuðum tíma og lögin hlutabæturnar, þá gátum við gefið okkur mun meiri tíma til að hanna það kerfi. Og það jafnframt miklu einfaldara í sniðum þar sem einungis einn umsækjandi á í hlut. Og vefköllin eru til landlæknisembættisins og skattsins. Sama með greiðslur til íþróttafélaga styrk vegna launakostnaðar á þeim tímabili sem þeir báru á meðan að allt lá niðri vegna samkomubanna. Það byggir á svipuðum nótum og forrituðum sóttkvína og gekk vel og hratt að hanna það. En öll eiga þessi 3 kerfi það sameiginlegt að umsóknirnar eru rafrænar, það byggt á vefköllum og það eru sjálfvirkir útreikningar og grundvelli þessara gagna þannig að mannsöndin kemur eins lítið þarna nálægt og hægt eitthvað, en við höfum lagt metnað okkar í þetta. Og ekki bara metnað okkar, þetta var bara nauðsynlegt. En hér getum við að líta á afkastamesta starfsmann Vinnumálastofnunar í dag. Hún heitir Vinný og mjög geðgóð og hefur mikla þjónustulund. Og haustið 2019 þá hófst nefnilega skoðun á því hvort rétt væri að fjárfesta í snjallmenni fyrir stofnunina. En það skemmst frá því að segja að í apríl árið 2020 þá lá bara svari fyrir. Við urðum að fá þessa aðstoð. Og við tókum 2 mánuði sem það tók að smíða þetta vélmenni.
3 manna teymi sér að Vinni í stöðugri þróun og það betur bætt þau svör sem að Vinni kemur með. Hún farin að skilja ensku og nú hún að fara að læra að svara spurningum fæðingarorlofssjóð. Ef að Vinni getur ekki svarað, þá alltaf val að fá samtal við ráðgjafa. En það nýjasta hjá henni Vinni að þjónustustegi getur núna auðkennt sig með rafrænum skilríkjum og fengið þar með afgreiðslu á sínum persónulegum málum. Þannig að við höfum tekið þetta skrefinu lengra, þú getur farið djúpt ofan í þín mál, þínar umsóknir og meðferð á þínum málum með stafrænum skilríkjum og það gríðarlegur, bara allt í gegnum þetta snjallmenni á vefnum. En frá því að hún hóf störf þá hefur hún átt 41.000 samtal við þjónustuþega og yfir 2.000 samtöl við ráðgjafa. Þannig að hún, eins og það má sjá á þessi, að hún klárar lang flest málin. Þetta svona það sem í farvatninu hjá okkur. Efst á blaði fæðingarorlofssjóðurinn sem ég ætla að segja ykkur betur frá hérna eftir. Það gríðarlega spennandi verkefni. Það liggur á að fara að stafvæða framenda ábyrgðarsjóðs launa. Starfandi gamalt og mjög að verða úrelt kerfi sem varðar atvinnuréttindi, umsóknir atvinnuréttindi útlendinga og svo hitt svona það sem þarf alltaf að vera að fylgjast með í þróun, það Vinni, það mínar síður og síðan það núna mjög metnaðarfullt verkefni sem við erum með í farvatninu sem svo kallað að útbúa svona rafrænt vöruhús þar sem við munum vera með mælaborð atvinnuleysistölur og bara alls kyns tölfræði upplýsingar sem við erum með lumum á og eru æskilegt fyrir marga að hafa aðgang að. Í byrjun árs 2018 var lokið uppfærslu á skráningar og greiðslukerfinu á fæðingarorlofssjóði. Ný vefsíða var opnuð í fyrra og leið þá var opnað fyrir stafræna umsókn á vefni. Mitt árið 2018 þá hófum við vinnu með stafrænu Íslandi að stafrænu umsóknarlausn í gegnum Ísland.is. En það var gert hlé á þessari vinnum tíma en nú búið að blása nýju lífi í þessa vinnu og það standa eins og hefur komið fram, standa yfir prófanir og á útreikningum og umsóknarferlinu auk þess sem að það verið að vinna kynningarefni. Við stefnum að því að opna fyrir umsóknir fæðingarorlofið á Ísland.is bara núna strax á komandi hausti, bara mjög bráðlega. Það eru ótal tækifæri sem fylgja samstarfi við Stafrænt Ísland. Við sjáum fram á að geta bætt þjónustu við notendur til muna og ná fram aukinni skilvirkni. Má sem dæmi nefna að það komin á tenging við heilsuveru sem gríðarleg framför. Þar sem ekki þarf þá lengur að senda öll læknisvottorð í pósti eða tölvupósti sem auk hagræðisins fyrir umsækjendur þá öryggi þessara persónulegu gagna mun betur tryggt. Upplýsingar tilhögun fæðingarorlofs og tilkynningar alla breytingar þar að lútandi verða rafrænar sem önnur byltingarkennd breyting bæði fyrir þjónustuþegann og fyrir okkur. Þetta mjög spennandi verkefni, satt að segja. En verkefnin á þessu sviði og tækifærin eru óþrjótandi. Þetta eru þau sem ég hef búin að fara yfir það, hvað við ætlum að fara yfir, tók tvítek innan glærina, það allt í leið. Þá fer ég bara í það næstu. Það sem að mér finnst mest spennandi í þessu dæmi, núna, það sem ég finnst með í náinni framtíð, það tilkoma X-Road eða straumsins sem íslenska heitið. Við sjáum fyrir okkur að það verði bylting í miðlun upplýsinga á milli opinberra stofnana, hún verður skilvirk og öryggi gagna verður ekki tryggt með betra hætti. Og að því má sjá að tækninni miðlun upplýsinga og stafvæðingu almennt ekki fyrirstaða. Það allt hægt tæknilega séð eins og kom fram hjá henni áðan. Spurningin hins vegar, hversu langt viljum við ganga í þessum efnum? Sú umræða skammt á veg komin og lítur að laga umhverfum persónuvernd og fleiri álíka efni og hún getur verið viðkvæm, en það brýnt að hún fari fram í ljósi öðra breytinga. Og að lokum vil ég segja að það skýr stefna okkar hjá Vinnumálastofnun að nýta alla þá möguleika sem eru fyrir hendi í stafvæðingu verkefna hverju nafni sem þau nefnast. Við leitum sífellt nýra leiða til að bæta þjónustu og auka skilvirkni og þar upplýsingatæknin og sjálfvirknin í aðalhlutverki. Þessari öru þróun fylgir talsverður kostnaður en jafnframt fylgja tækifæri til hagræðingar og breytingar á störfum.
og uppistaða hverrar stofnunar mannauðurinn. Það verður því að gæta þess að gefa starfsfólki kost á fræðslu og þjálfun svo það njóti þess að taka þátt í þeim öru breytingum sem eiga sér stað nú á tímum. Já, að sönn það kostnaðarsamt að búa til ný kerfi og viðhalda þeim og þróa, en sá kostnaður kemur margfalt tilbaka með betri, skilvirkari og öruggari þjónustu til borgarana. Fyrir nú utan það hvað vinnan verður skemmtilegri með því að fá tækifæri til að vinna af framförum en ekki stöðnun. Takk fyrir.